Hæstiréttur Bandaríkjanna felldi í dag úr gildi flesta af þeim tollum sem Donald Trump lagði einhliða á fjölda ríkja í fyrra. Trump segist skammast sín fyrir suma dómara réttarins og boðar enn harðari efnahagsaðgerðir. Álag hefur aukist mikið hjá barnavernd Reykjavíkur og hópur barna í mjög miklum vanda, segir framkvæmdastjórinn. Borgin sendi 30 börn í sumarvist í Bakkakot á 6 ára tímabili og eftir aldamót. Breska lögreglan verður líklega alla helgina í húsleit á fyrrum heimili Andrew Mountbatten Windsor, bróður Bretakonungs. Rannsókn gæti tekið marga mánuði eða jafnvel ár. Nær allir framlínu starfsmenn á heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins verða líklega skimaðir fyrir berklum eftir að 2 þeirra greindust smitaðir. Greiningin er íþyngjandi þó þeir smiti ekki aðra. Skíði og samvera er það sem fólk segist vilja fá út úr vetrarfríinu sem er víða land helgina. Margir nýta tækifærið og leggja land undir fót. Við ætlum að gista í 3 daga, það ætlum aftur að fá skíði á morgun og þá eftir á morgun það ætlum líka að fá skíði. Komið sæl. Velferðarnefnd Reykjavíkurborgar vill verja tæpum 100 milljónum til viðbótar árlega til barnaverndar Reykjavíkur til að fjölga starfsfólki og reka nýtt neyðarheimili. Tugir barna voru vistaðir í Bakkakoti á vegum borgarinnar. Reykjavíkurborg var eitt þeirra sveitarfélaga sem sendi börn í vistun í Bakkakot. Og við bara finnum til ábyrgðar og þetta bara sorgar yfir því að þetta hafi gerst. 30 börn voru sendi í Bakkakot á vegum félagsmálayfirvalda á árunum 1999 til 2005, langflest í sumardvöl. Við vitum að það voru fleiri en þá þarf að fara að grafa hún í skjalasöfn og svoleiðis, þannig að það er bara vinna sem maður þarf að fara í. 276 börn eru nú í vistun á vegum barnaverndar Reykjavíkur. Velferðarráð samþykkti í fyrradag að fela óháðum að gera úttekt á hvernig eftirliti með fósturforeldrum er háttað og skila fyrir lok mars. Á fundi ráðsins var gagnrýnt að barnavernd Reykjavíkur sinni sjálf eftirliti með fósturforeldrum sem ráðnir eru til starfa. Þannig séu lögin og þeim þurfa að breyta. Við erum í þeirri stöðu að vera bæði að veita þjónustuna sem er þá vistunin og stuðningurinn en á sama tíma eigum við að hafa eftirlit með því að vistunin og þjónustan sé í lagi. Við sinnum eftirliti eins og lögin bjóða okkur að gera en við teljum að þetta þurfa að vera með öðrum hætti. Rúmlega 6.500 tilkynningar bárust barnavernd Reykjavíkur í fyrra, meðal annars fyrir vanrækslu, ofbeldi og áhættuhegðun. En ef horft er lengra aftur í tíman, til dæmis frá árinu 2019, þá er aukningin bara hátt í 40%. Tilkynningarnar vörðu rúmlega 2600 börn. Af þeim var ákveðið að athuga frekar að vinna áfram með mál 1550 barna. Það eru líka töluvert stór hópur af börnum sem er í mjög miklum vanda. Og það eru þau börn sem auðvitað enda þá inni hjá okkur hér hjá barnaverndinni. Velferðarráð samþykkti að fjölga stöðugildum 3 hjá barnavernd sem kostar 51 milljón á ári og jafnframt að veita tæpum 43 milljónum á ári í rekstur nýs neyðarheimilis fyrir börn. Við höfum verið með úrræði, vistheimili, sem er bara sprungið, þannig að við þurfum meira til að geta tekið á móti börnum í þessum viðkvæmu aðstæðum. Fram hefur komið að ekki hafi verið brugðist við frásögnum drengja í vist á Bakkakoti þegar þeir hafi greint frá ofbeldi þar. Nú eru skýrar viðbragðsreglur, segir Þyri, og brugðist strax við, láti til dæmis kennari vita að barn hafi greint frá ofbeldi af hálfu foreldra eða fósturforeldra. Þá getum við farið og rætt við barnið án vitundar foreldra og þetta gerist bara mjög fljótt og við erum með bráða viðbragð sem við köllum við svona frásögnum. Þannig að það er brugðist við á allt annan máta í dag heldur en var þá. Hæstiréttur Bandaríkjanna segir Donald Trump forseta landsins hafa farið á svig við lög þegar hann gaf einhliða út tolla á fjölda ríkja í fyrra. Í úrskurði dómstólsins kemur fram að neyðarlög í efnahagsmálum sem Trump vísaði í þegar hann setti tollana á gefa honum ekki heimild til slíks. Hann þurfi samþykki þingsins fyrir tollunum. Demókratar og fulltrúar viðskiptalífsins í öðrum löndum fagna úrskurðinum og hlutabréfavísitölur hækkuðu eftir að úrskurðurinn féll. Trump hélt blaðamannafund nú á 7. tímanum þar sem hann lýsti óánægju sinni með dóminn og boðaði að hann ætlaði í staðinn að grípa til enn harðari efnahagsaðgerða. Meðal annars ætli hann að setja á 10% toll á allan innflutning til Bandaríkjanna ofan á það sem þegar er.
The Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed, for not having the courage to do what's right for our country. Foreign countries that have been ripping us off for years are ecstatic. They're so happy. And they're dancing in the streets, but they won't be dancing for long, that I can assure you. Other alternatives will now be used to replace the ones that the court incorrectly rejected. We have alternatives, great alternatives. Could be more money, we'll take in more money, and we'll be a lot stronger for it. We're taking in hundreds of billions of dollars. We'll continue to do so. Það verður áfram fylgst með þessu máli og viðbrögðum á fréttavaktin okkar á ru.is. Og við sjáum hvaða áhrif þessar vendingar hafa á markaði, en olíuverð hins vegar það hæsta í hálft ár vegna óvissu samninga milli Bandaríkjanna og Íran. Ríkin 2 hófu samningaviðræður fyrir þessu mánuði nýjan kjarnorkusamning. Sendinefndir hittust síðast í Genf í Sviss á þriðjudag, en á sama tíma hefur Bandaríkjaher verið óða önn að flytja hergögn til Miðausturlanda. Forseti Bandaríkjanna setti stjórnvöldum í Íran úrslitakosti í gær. On Iran, bad things will happen if Yeah, Iran bad doesn't things, make really the bad deal. things. What will that I'm not going to talk to you about that. Okay, can you explain though, what is the goal if there is a U.S. military Well, we're strike? either make a deal or we're going to get a deal one way or the other. But with a military strike, is it to wipe out their nuclear program? I'm not going to talk to you about that, but we're either going to get a deal or it's going to be unfortunate for them. And you said today 10 days. Have you given them a deadline firm to make a deal? I would think that would be enough time, 10, 15 days, pretty much maximum. Ólöf Ragnarsdóttir, hvað getur þú sagt okkur þessa viðræður milli Bandaríkjanna og Íran? Hvað snúast þær fyrst og fremst og hvernig hafa það gengið? Þetta eru svona óbeinar viðræður með milligöngu embættismanna frá Óman og í grunninn snúast þær auðgun úrans. Og auðga úran hægt að nota til þess að raforkuframleiðslu en líka til þess að framleiða kjarnorkusprengju. Og það vilja andstæðingar Írans alls ekki, sérlega Ísrael sem að lengi hefur verið helsta bandalagsríki Bandaríkjanna. Og samkvæmt miðlum vestanhafs þá hefur þeir hafa greint frá því að Bandaríkin krefist þess að Íranir hætti alfarið að auðga úran á meðan sáttamiðlarnir hafa lagt fram svona málamiðlun að Íran megi halda áfram að auðga úran en bara upp á ákveðnu marki. Og það notabenni nákvæmlega það sem að samningurinn sem Obama skrifaði undir 2015 við Íran. Það nákvæmlega það sem sá samningur snerist að Íranir mættu auðga úran upp á ákveðnu marki. En Trump rifti þeim samningi í fyrri forsetatíð sinni 2018. En eftir viðræðurnar sem fóru fram í vikunni þá var ekki annað að heyra en að það væri að minnsta kosti grundvöllur fyrir því að halda þeim áfram. Einmitt grundvöllur og fólk þá allavega að tala saman. Ég meina, hvernig rýmar það við þessu auknu hervæðingu Bandaríkjahers í og við Persaflóa? Já, það nefnilega málið. Þetta hleypir óneitanlega aukinni spennu í samskiptin. Bandaríkjaher að senda flugmóðurskip og fjölda herskipa þarna að Íran. Og svo berast fregnir af því að herinn sé í raun reiðubúin að hefja árásir. Írönsk stjórnvöld hafa sagt að þau hafi ekki áhuga á hernaðarátökum en ef það komi til þeirra, ef að Bandaríkin ráðist á Íran þá muni þau svara af hörku. Þannig að eru líkur á því að koma til átaka? Já. Eru líkurnar á því að koma ekki til átaka, meiri eða minni? Það er ómögulegt að segja. Já, við sjáum hvað setur. Takk Ólöf Ragnarsdóttir. Og þá að öðru. Líkur eru á að allir framlínustarfsmenn heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins verði skimaðir fyrir berklum eftir að 2 starfsmenn greindust í gær. Þeir eru einkennalausir og smita ekki. Forstjóri heilsugæslunnar segir það engu að síður mjög íþyngjandi að greinast. Ráðist var í skimun á starfsfólki eftir að smit greindust hjá starfsfólki á bráðamóttöku Landspítalans og það lá fyrir að fólk með virka smitandi berkla hefði leitað á heilsugæslu. Berklabakterían greindist í 2 starfsmönnum heilsugæslunnar í miðbænum. Þeir eru ekki veikir og smita ekki með svokallaða sofandi berkla. Hversu íþyngjandi er það sem að núna tekur við hjá þeim þó þau sýni ekki einkenni eða eru ekki veik? Þetta bara alltaf þungt að fá þessar upplýsingar og þau eiga núna eftir að fara í ferli að meta hvort fara í lúnamynd, það er fyrsta skref, hitta smittsdómalækni. Í besta falli framundan nokkura mánaða lyfjameðferð og hún er ekkit átakalaus, þannig að þetta á allt að geta farið mjög vel en ef við bara höldum við hlutunum
en við erum ekki ánægð með að vera komin í þessa stöðu. Upphaflega var ætlunin að skima starfsfólk 2 starfsstöðva 70 manns. En það var fyrir þessa fréttir, þannig að nú bara þurfum við að hugsa málum på nýtt og mér finnst mjög líklegt að við förum miklu víðar og bara jafnvel í alla okkar framlínu starfsmenn. Það er bara ekki annað hægt. Leggja þurfi áherslu á að finna, einangra og meðhöndla fólk með virka og smitandi berkla. Skjólstæðingar eigi ekki að þurfa að hafa áhyggjur af því að smitast af berklum inni á heilbrigðisstofnunum. Nei, það á ekki að vera, en við náttúrulega reynum bara, við þurfum bara aftur að rifja upp almennar sóttvarnir, að ef að fólk er hóstandi, þó það telli sér bara að vera með einhverja kvefpest eitthvað svona, ef það er hóstandi þá eigum við að gæta á sóttvörnum og vera með grímu og fleira. Einkennalaust fólk sem er ekki hóstandi er ekki smitandi, en við þurfum aðeins að gæta aftur á sóttvörnum. Rannsóknin á Andrew Mountbatten Windsor, fyrrverandi Bretaprins, gæti tekið marga mánuði eða jafnvel ár. Búist er við að breska lögreglan verði alla helgina í húsleit á Royal Lodge fyrir heimili hans. Hér er hann á leið heim í gærkvöld eftir 10 klukkustundir í haldi lögreglu. Húsleit er lokið á núverandi heimili hans en búist er við að það taki alla helgina að leita á hinnu 30 svefnherbergja Royal Lodge sem hann var rekinn út úr í fyrra. Í Epstein-skjölunum eru vísbendingar að Mountbatten Windsor hafi látið í té viðkvæmar innherja upplýsingar á meðan hann var sérlegur viðskipta erindreki breska ríkisins. After all, he was trade envoy for 10 years, started 25 years ago, I think. And so there's plenty of material in government archives, in government records, perhaps in palace records, that they will want to look through before they can decide whether they have enough evidence. Rosenberg segir að nú taki við flókið ferli, rannsóknin geti tekið marga mánuði og jafnvel ár. But in the meantime, as far as we know, he's free to carry on with his life and wait to see what happens. Og sama hvernig fer þá eru þetta sögulegir atburðir. Well, the last time a senior royal was arrested, it was Charles I, right back in the 17th century, in the mid-1600s. Whitelock segir að það eigi enn eftir að koma í ljós hversu mikil áhrif þetta hafi á bresku konungsfjölskylduna. And of course, this is only just about his conduct in public office. There are investigations going on about those wider allegations about sex trafficking, which may or may not result in Andrew being charged, and that may or may not also result in further very difficult questions for the palace about who knew what when. Ljósmyndin sem prýðir allar fréttir á málinu í dag sýnir Mountbatten Windsor í aftursætinu á Range Rover bíl sínum þegar hún var ekið frá lögreglustöðinni í gærkvöld. Prinsinn fyrrverandi sést þarna hálf liggjandi í aftursætinu, líklega til að sleppa við það að vera myndaður og honum er svona sýnilega brugðið. Enda á þessi mynd líklega eftir að fylgja honum og þessu sögulega máli alla tíð. En það er ástæða fyrir því að þessi eina mynd sést á forsíðunar allra bresku blaðana í dag. Phil Noble, ljósmyndari Reuters, var sá eini sem náði mynd af Mountbatten Windsor á leið frá lögreglustöðinni. Noble beið klukkutímunum saman við stöðina og þegar augnablikið rann upp náði hann 6 myndum. 5 þeirra misheppnuðust og þetta er því eina myndin sem fjölmiðlar allan heim hafa notað. Og fólk á förnum vegi í Bretlandi fylgdist greinilega grannt með gangi mála. He's tainted them now because he's the first one out of that family and all these dynasties from hundreds of years that's been arrested. I think it's justified. If he's done something wrong, you know, that's what you learn from a young age as well. Like if you've done something wrong, then you have to be held accountable for that. People are just shocked really about the events that have unfolded over the last 24 hours. I think people are pleased with the result that's happened. As an American, it's nice to see that the people of, England are doing something about these files. The biggest thing with what's going on is the sadness and the disappointment the Queen must have felt, because this was all going on before she died, and I think her last few days, after what she gave to the country and her people, I think it was just devastating. Vonir standa til að hægt verða að endurræsa stóran hluta starfsemi álvers Norðuráls á Grundartanga í apríl. Þetta kom fram í afkomukynningu móðurfélagsins Century Aluminum í gær.
Skerða varð álframleiðslu á Grundartanga 2/3 þegar rafkerfi bilaði í október. Bilunin var mikið áfall fyrir atvinnulíf á Vesturlandi og var talin geta dregið úr hagvexti á Íslandi hátt í 1% í ár ef ekki tækist að koma framleiðslunni í gang fyrir undir lok árs eins og mögulegt var talið. Stjórnendur Century Aluminum, eiganda Norðuráls, greindu frá því í afkomukynningu í gær að viðgerð sé nú í fullum gangi og að stefnt sé að því að byrja að ræsa vélarnar í lok apríl þannig að þær verði farnar að skila fullum afköstum í júlí-lok. Áfram stefnt að því að skipta út rafkerfinu en stjórnendur telja að viðgerð ætti að duga í millitíðinni. Norðurál einn stærsti viðskiptavinur Eimskips sem gaf út afkomuviðvörun þegar bilunin varð í haust. Þá lækkaði gengi bréfa í Eimskipi hratt og hefur síðan lækkað 1/3. Það hækkaði hins vegar 10% í dag eftir að fréttir bárust af viðgerðinni. Langflestir félagsráðgjafar hafa orðið fyrir einhvers konar ofbeldi í starfi, samkvæmt könnun sem gerð var meðal stéttarinnar. Dæmi að setið sé heimilið þeirra og að börn þeirra verði fyrir hótunu. Tæplega þriðjungur allra félagsmanna í Félagsráðgjafafélagi Íslands svaraði könnuninni ofbeldi í starfi. Aðeins tæp 7% höfðu aldrei orðið fyrir neins konar ofbeldi í starfi. Birtingamyndirnar eru ýmiss konar, hótanir, ógnandi framkoma, kynferðisleg áreitni og munnlegt og líkamlegt ofbeldi. Við höfum gríðarlegar áhyggjur af því hversu oft verið að ráðast eða hóta fjölskyldumeðlimum og börnum. Þannig að félagsráðgjafar hafa þurft til dæmis að hafa ákveðnar varúðarástafanir vegna sinna eigin barna. Dæmi eru að setið sé heimili félagsráðgjafa og að börn þeirra geti ekki verið ein heima eða gengið ein heim. Jafnvel þurfi að hafa sérstakar krækjur á símanum sem tryggi að lögregla bregðist strax við hringingum frá þeim. Hótanir gegn fjölskyldinu reynast mjög þungbærar. Ofbeldið á sér stað á flestum stöðum þar sem þörf á félagsráðgjöfum. Það barnavernd, það félagsþjónusta og það heilbrigðiskerfi. Þannig í rauninni þá kemur þetta og einmitt sveitafélögin, þetta kemur bara í rauninni bara þar sem að félagsráðgjafar starfa sko. Þetta eru sláandi niðurstöður en koma kannski ekki endilega óvart. Ofbeldi hefur alltaf verið þekkt og við hefum séð og fylgst með í löndunum sem við erum í samstarfi við, eins og í Noregi til dæmis, þar sem að félagsráðgjafar hafa hreinlega verið myrtir við sín eigin störf og þannig að þetta eru mikilvægt fyrir okkur að fá þessar niðurstöður. Það sé mjög brýnt að yfirvöld stuðli að því að bæta vinnu hverju félagsráðgjafa og tryggja öryggi við störf. Því að ef við gerum ekki neitt þá hættan sú að fólk bara gefst upp á störfunum og við missum út hæft starfsfólk út úr fagstéttinni og við viljum alls ekki sjá það gerast. Borgarstjóri dró þjóðfána Grænlands að húni við Ráðhús Reykjavíkur á hádegi í dag. Í tilkynningu frá borginni segir að þetta sé gert til að sýna Grænlendingum táknræna samstöðu en framan af ári töluðu bandarísk stjórnvöld fjálglega að vilja sinn að innlima Grænland. Fulltrúar sendiskrifstofu Grænlands voru viðstaddir og borgarstjóra til aðstoðar var Malou Hendriksen, grænlenskur starfsnemi á sendiskrifstofunni. Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins, hefur gagnrýnt að erlendir þjóðfánar blakti við Ráðhúsið, en þar hafa áður verið fánar Úkraínu og Palestínu. Hildur hefur viljað einskorða slíkt við opinberar heimsóknir. Nú vetrarfrí í grunnskólum hjá krökkum víða land og til að hafa ofan af fyrir sér kýs fólk meðal annars föndur, sund og skíði. Það frítt í sund í dag. Frítt í sund? Það frítt í sund í tilefni vetrarfrís. Gjörið svo vel. Mér finnst skemmtilegast að vera með fjölskyldunni og að vera með vinum mínum og leika með einhverjum. Mér langar bara að eyða meiri tíma með strákunum. Tilvalið að taka frí þegar þeir eru báðir í fríi. Hvernig ætlið þið að nýta fríið? Bara samvera, útivera. Víða var hægt að drepa tíman með hinnu ýmsu föndri. Í byggðarsafni Hafnarfjarðar stunduðu þessar ungu stúlkur sér við að klippa og líma og úr urðu brúður úr þvottaklemum. Og á öðru bókasafni í Spönginni í Grafarvogi spruttu fram blóm, fiðrildi, sólsetur og hjörtu með frjálsri aðferð en á sama blað. Þetta doppelistaverk, maður á að nota doppur, maður á að gera svona með doppur eitthvað. Og það eitt sem áskorun, það að það allir að vinna saman. Ég kannski ekki gera eitthvað smá, svo kemur eitthvað annar og bætir við og þannig verður þetta bara svona flæði. Og hér allt í róleitu. Ég gerði tré, runnablóm, þessa sól og nokkur hjörtu, ský. Og svo stundum að ég gera svona bara svona línar eins og hér. Ég gerði mynd af ströndinni og sjórinn.
Mörgum þykir gaman að nýta vetrarfríið á fullri ferð niður skíðabrekku. Hann að vera hann langt uppi og landa. Og upplagt að æfa sig í Ártúnsbrekkunni. Viltu sjá eitt sem ég kann á þetta? Hvað skemmtilegast við að vera í vetrarfrí? Bara það Akureyrar. Varstu að koma þaðan? Nei, en ég að fara. Fjölskylda Viðars Karls var sannarlega ekki svo eina sem fekk þessa hugmynd. Það var fjölmennt í Hlíðarfjalli ofan við Akureyri í dag og margir sem höfðu lagt land undir fót í vetrarfríi. Við ætlum að gista í 3 daga, það ætlum aftur að fá skíða morgun og það eftir á morgun það ætlum líka að skíði. Þannig ætli bara að skíða hérna fyrir norðan, ekkert annað? Já. Við þurfum líka að pakka í bílinn. Já, það var ekki bara fyrir norðan, það sem fólk pakkaði skíðanum í bílinn, því að Bláfjöll opin. Loksins, segja einhverjir. En það ekki Einar? Jú, það verður að segja eins og þér að það mikið gleði í okkar röðum að við sem loksins búin að opna. Við höfum búin að bíða þetta í langan tíma. En það kannski ekki alveg hægt að segja sig allt á kafi hérna? Nei, heldur betur ekki. Í sjálfu sér þetta bara byrjendarsvæðið í kringum skálan hjá okkur og svo náttúrulega upp drottninguna. Og allt saman framleiddur snjór. Þar fyrir utan bara ekki neitt, nema grjót. En þið hafið náð að opna stólaliftuna í dag. Hafa margir komið í dag? Já, ég var að skoða tölunar og ég labbaði enga niður og við vorum ykkur 2500 og það svona sem áttum von á að myndi koma svona eftir 6 viðbót og ykkur 500 manns og það greinilega bara, þetta alltaf að ganga eftir. Fólk þyrst í skíðin? Já, það alveg á hreinu og við þyrstir að fá gesti á svæðið. En hvernig eru hörfurnar svona næstu daga? Það kalt og þá bæti eitthvað aðeins í vind en við skulum bara vona að það verði ekki meira en það að við getum opnað. Kæra þakki fyrir þetta og við segjum bara góða skemmtun í fjallinu, hvar á landinu sem það er. Takk fyrir þetta, Hólmfríður Dagný í Bláfjalli. Og við ætlum að halda okkur við íþróttaiðkun. Næst ætlum við að líta inn á körfuboltaæfingu í borginni Fredrikstad í Noregi. Þar hefur hópur karla spilað saman í heil 60 ár. Taktarnir leyna sér ekki og leiðtoginn Jan Erik Nielsen ekkert lambað leika sér við. Det blir ikke noe trening hvis kjeften skal gå. Kan jeg få spørre om alderen din? Ja, jeg blir 90 nå i juli. Gjennomsnittsalderen jo over 70. Per Gunnar Danielsen, snart 80. Strákarnir hafa hist í hverri viku frá 1966. Hvorfor du med på dette uke etter uke? Det det fysiske, og det det kameratslige, og det gleden å få skåre mål. Det siste ikke minst viktig, for å si det sånn. For 20 år siden så trenet vi 2 ganger i uka, men nå holder det lenger med igjen. Ny runde! Jeg kjører en linje som gjør at gutta skal ikke prate, de skal trene. Han er en meget streng leder, som har sine røtter i Forsvaret. Når vi trener, så trener vi. Vi vil absolutt ha en flere, og som sagt, det ingen aldersgrense oppover eller nedover. Seiersmålet går! Mustard on the beat, ho, Debo, any rap. He a freak though, man damn, call her Amber Lambs. Tell him breathe, bro. Nella to the cross, he walk around like Tizo. What's up with these? Trying to see Compton. They in the street can hate me. Fuck 'em all and they mama. Og þá að veðri. Það herðir heldur á vindi og þykknar upp sunnan til á landinu þegar líður á morgundaginn. En þá munu skil nálgast suðurströndina. Skilin mun þó ekki ná inn á land og staldra við rétt suður á landi. Því ekki að sjá að úrkomu muni verða vart víða og helst að sjá að það verði syðsti oddi landsins sem fá einhverju úrkomu í magni. Nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. Það var nóg að vera á vetrar-ólympíuleikunum í dag. Úrslitin réðust í hópstarti í skíðaskotfimi karla, í skíðaati kvenna og fleiri skemmtilegum greinum. Karlalandsliðið í körfubolta heldur undankeppni sinni fyrir HM 2027 áfram í næstu viku. Einn nýliði í landsliðshópnum. Við kíkjum einnig á úrvalsdeild karla í körfubolta sem og handbolta hér í íþróttum eftir andartak.
Og það var helst í þessum fréttatíma að Hæstiréttur Bandaríkjanna felldi í dag úr gildi flesta af þeim tollum sem Donald Trump lagði einhliða á fjölda ríkja í fyrra. Trump segist skamma sín fyrir suma dómara réttarins og boðar enn harðari efnahagsaðgerðir. Álag hefur aukist mikið hjá barnavernd Reykjavíkur og hópur barna í mjög miklum vanda, segir framkvæmdastjórinn. Borgin sendi 30 börn í sumarvist í Bakkakot á 6 ára tímabili og eftir aldamót. Breska lögreglan verður líklega alla helgina í húsleit á fyrrum heimili Andrew Mountbatten Windsor, bróður Bretakonungs. Rannsókn gæti tekið marga mánuði eða jafnvel ár. Nær allir framlínustarfsmenn á heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins verða líklega skimaðir fyrir berklum eftir að 2 þeirra greindust smitaðir. Greiningin íþyngjandi þó þeir smiti ekki aðra. Skíði og samverar þar sem fólk segist vilja fá út úr vetrarfríinu sem víða land helgina. Margir nýta tækifærið og leggja land undir fót. Það var þetta upptalið hjá okkur í bili og komið að íþróttum og veðri. Verið þið sæl og góða helgi. Á RÚV í kvöld. Laundóttirinn, Nepo Baby, þegar Emma kemst að því að hún erfingi eins helsta auðkýfings í Noregi, gjörbreytist líf hennar. Ég búin að vera einhleyp mjög lengi. Já. Því ég eina manneskjan með einhverja standarda í þessum þætti. Já. Vikan með Gísla Marteini. Gísli Marteinn fær til sín góða gesti og fer yfir helstu atburði vikunar. Rakandi fersk tónlist kemur landsmönnum í helgastemninguna. Ljósmóðurinn, Call the Midwife, 13. þáttaröð ljósmóðurinnar. Þættirnir eru byggðir á sannsögulegum heimildum ljósmæður og skjólstæðinga þeirra í fátækrahverfi í Austurborg London á 7. áratugnum. Tenor, frönsk kvikmynd frá 2022 Antoine, ungan rappara úr úthverfi Parísar sem kynnist fyrir tilviljun frú Loiseau, söngkennara við Parísaróperuna. Hún heitlast af hæfileikum Antoine og kynnir hann fyrir heimi óperunnar, en hann óttast viðbrögð vina sinna og fjölskyldu.